Verið velkomin á Vesturlandi. Það heilt hlaðborðað efni í kvöld. Við ætlum að hitta stórsveit Snæfellsnes í Grundarfirði, förum upp í Borgarfjörð og hittum heimsfrægar geitur. Þaðan liggur leiðin í Stykkishólm þar sem hann Gulli segir okkur frá nýjustu tæknum og vísindum í grunnskólanum þar. En byrjum aðeins á að fræðast strendurnar við Akranes. Þær eru mjög fjölbreyttar og skemmtilegar. Sindri segir okkur allt það. Akranesbær fékk nýverið umhverfisvottun bláfánans í 8. sinn og verður því fagnað með gestum og gangandi við Langasand þann 15. maí. Strandlengi Akranes hefur mikla sérstöðu og hann Sindri, umhverfisstjóri, búinn að kynna sér fjölbreytileika þeirra. Já, svona fyrstu sinn þá náttúrulega bara var þetta eitthvað sem ég hefði einhvern tímann heyrt talað að það væri sérstæða við Akranes að hér fyndust flestar fjörutegundir landsins. Síðan svona eftir mína eftirgrennslan að þá hef ég svona skoðað þetta út frá flokkun á vistkerfum við fjörur og hér eru vissulega mjög fjölbreytt vistkerfi í fjörum við á Akranesi. Flokkunarkerfi náttúrulega eftir því sem neðar dregur í því mjög ítarlegt, þannig að þetta eru ykkur 24 flokkar og ég kannski ekki endilega segja að þeir fyrirfinnast allir innan sveitarfélagsins. Sveitarfélagið er náttúrulega lítið en mikil strandlengja og það er mjög sérstakt og mér er svona, ég efast að það finnist eins margar fjörutegundir í öðrum sveitarfélögum og hverju vistkerfi fylgir náttúrulega mismunandi flóra lífríkis. Þannig að hér erum við með grýttarfjörur, við erum með setfjörur, við erum með sérstæðarfjörur, við erum með líflitlar sandfjörur, við erum með sjávarlón, við erum með leirur. Þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt. Ég hef bara aldrei heyrt fjöruflokka. Þetta er algjörlega nýtt orð fyrir mér. Já, eins og ég segi, maður hafði nú kannski heyrt þetta í einhverjum jarðfræðiáfanga eða eitthvað í menntaskóla og ég er engin sérfræðingur í þessum efnum en ég leitaði mér bara upplýsinga á vef Náttúrufræðistofnunar og það hefur greinilega átt sér stað ótrúlega flott vinna þar sem að þeir eru í rauninni búin að flokka alla strandlínu Íslands, þar sem að þú getur bara zoomaði niður á Akranes og skoðað flokkunina á allri strandlínunni Þeir hafa svo sem fjölbreyttari flokkun, þú getur skoðað ýmislegt annað, þú getur skoðað fuglasvæði á landinu, þú getur skoðað bara vistkerfi náttúrulega inn í landi líka. Og þannig að þetta er ótrúlega flott og sömuleiðis þarna inni er hægt bara að lesa sig til hverja fjörutegund fyrir sig. En við erum með þessa gríðarlega fjölbreyttu flóru og eins og ég kom að áðan þá fylgir þessu náttúrulega bara mjög mismunandi lífríki og ég veit ekki hvort það séu allir sem átti sig á því til dæmis að við erum náttúrulega í næsta nágrenni við mjög mikilvæg fuglasvæði eins og upp í Grundarfirði og upp í Borgarfjörð og þetta fuglasvæði byrjar inn í sveitarfélaginu okkar í friðlandinu okkar í Blautósi og Innstavóksnesi og ég hefði svona eftir óstaðfestum heimildum að það til dæmis bara hér í Innstavóksnesinu svona frá kannski Elínahöfða út í Innstavóksnes er hægt að sjá svipað magn af fuglategundum og bara á öllu Snæfellsnesinu. Við erum á þínu uppáhaldssvæði núna. Já, við erum svona í jaðri á friðlandinu okkar. Við erum hjá Innstavogi og hér í norður nær Innstavóksnesið og Blautósin er þar fyrir innan. Frægasta fjaran sem kannski flestir kannast við, bæði skagamenn og fleiri á landinu, er Langisandur. Já. Hvað geturðu sagt okkur um hana? Það er sjálfsagt ekki fjölbreytt vistkerfi á Langasandi. Bara svona nokkuð aðalega fólk. Já. Hún er náttúrulega gríðarlega merkileg fyrir þær sækir að þetta er lengsta sandfjara inn í sveitarfélagi á landinu. Hún er
rétt tæpur kílómetr, var svona 1300 metrar þar til að það var fyllt upp í fyrir sandgrifinu og sementinu. Langisandur hefur náttúrulega bara í gegnum tíðina alltaf verið nýttur af íbúum og það menn hafa verið að synda þarna í sjónum bara svo lengi sem elstu menn muna og fara þarna út í fjöruna. Síðan náttúrulega það þekkt að svæðið var nýtt til knattspyrnuiðkunar hér á árum áður. Síðan var þetta var lendingarstaður fyrir flugvélar, síðan var tíma áætlunar ferðir á milli Reykjavíkur og Akraness svona svifnökkva 1960 eitthvað og kom báturinn að landið bara upp í sandinn. Þannig að virknin á svæðinu hefur verið margskonar í gegnum tíðina og sandurinn alltaf verið nýttur. Í dag er þetta náttúrulega bara svona útivistarsvæði frá náttúrunnar hendi og við höfum aðeins svona bætt aðkomuna að svæðinu og svona þætti sem að hjálpa til við útivist, eins og sturtuna og stíginn meðfram og bekkir og klósett og annað í þeim dúr. Sú vinna rauninni byrjar svona í kringum 1995 þegar sjóvarnargarðurinn gerður. Fram að þeim tíma hafði þetta bara verið svona hrátt frá náttúrunnar hendi, bara jaðarsbakkarnir, svona móbakkar. Síðan 2013 höfum við haft bláfánaviðurkenningu fyrir svæðið. Þetta er bara strangt og mikið ferli sem maður þarf að fara í gegnum, sækjum þessa umhverfisvottun. Þetta er umhverfisvottun sem er fyrir hafnarsvæði og strandsvæði og svona ferðaþjónustu tengdan iðnaði tengt sjó sko. Stendur ekki til að setja líka einhverja náttúrulög í fjöruborðið? Jú, nú eru bara þessar mundir er ístaka að koma sér fyrir aftur. Þeir voru þarna í haust og stiftu undirstöður fyrir Guðlaugu sem er heit laug sem við ætlum að setja upp þarna í sjóvarnargarðinum.